Hæ, já það ógeðslega skrítið, alveg bara, ég veit að hárið á mér í fokki. En mér skrítið að hugsa út að ég er búinn að vera alveg bara síðan, bara YouTube byrjaði. Og ég er búinn að hugsa rosalega ofta alveg bara hvort ég eigi að eyða mjög skrítnum vídeóm eða bara, þú veist. Ég er búinn að vera að hugsa alveg bara, oh my god, framtíðin, það er alltaf að koma ný og ný kynslóð og ég er bara, oh my god, þú veist, og svona, ég komin yfir þann kafla og svona, er farin að langa að gera meira svona sjálfur og svona helst ekki láta neitt svona stjórna mig, sko. Mér finnst, sko, svo mikilvægt að geta tjáð mig sjálfur það sem ég er að gera. Mér er svo gaman að skapa eitthvað gaman, eins og það er svo gaman þegar sérstaklega gamalt fólk, þegar ég get hjálpa því þegar það lendir í einhverju eða fólk sem lendir í þannig aðstöðu að það getur ekki farið út og hefur bara gaman að horfa á vittlisuna í aðra, sko. Og já, ég hef alveg verið og ég hef farið og hitt fólk og verið beðin að koma og allt svona og svo svona eftir 2016 minni mig þá hætti ég svona hægt og rólega, sko. Þá var ég líka orðin svolítið svona veikur líkamlega. Ég fór að svitna alveg bara óeðlilega mikið og þá það var út af samheitalyfjum sem ég var með ofnæmi og var bara með eitthvað, þú veist, kjaftaði. Og ég bara svitnaði, ég reði ekki við þetta, ég bara, oh my god, ég bara, þú gat ekki labba orðið, sko. Þess vegna er ég búinn að fatta alveg, þú veist, núna þegar ég að láta, já, bara, nú er ég hættur að tala læknamál, sko. Nú bara horfi ég bara á bara staðarindir, sko, að maður að eldast, sko. Og maður verður að leyfa öðru fólki að bara, ok, ég skal bakka og ég skal bara horfa á. Þú veist, bara staðarind bara er staðarind, sko. Það er bara, þú veist, stundu verður maður svona að láta heilsuna ganga fyrir, ekki bara eitthvað sem þig langar eða aðrir eða, þú veist, maður þarf að hugsa heilsuna og maður gleymir því alltaf þegar maður er í, þú veist, og ég þekki einn YouTuber, hann Jason og hann í Crockers og hann off-grid og ég hitti hann og allt og fór á Shooting Fest á svona YouTube svona hittingur. Þá hitti ég fólk frá öllum YouTube og svona, þú veist, sem að ég er búinn að vera að fylgjast með og skaman á því að hitta fólk. Svona, þetta er ekki frægt fólk en það telur sig vera rosalega frægt út af því að það er svo þekkt í Bandaríkjunum, sko. En ég veit ekki, hvað er að vera frægur í dag? Hvað er að vera frægur? Þú veist, það er, sko, bara ekki alveg eins og margir halda, sko. Ég meina, ég ætla að vera leikari, söngvari, ég ætla að vera þetta og þetta og þetta og ég alveg bara, þú veist, ég bara heilin á mig bara stoppa ekki, sko. Bara, þú veist,
ég var alveg bara, svo bara malandi alveg út í eitt, sko, og svo voru ég, þetta er skrítið tímabil. Ég var mjög hátt uppi hérna, þú veist, var alveg, sko, bara rosalega hátt uppi, ég var bara í bleiku skýi bara, og svo allt bara, þegar maður bara hætti bara núna bara, þú veist, maður vill ekki taka lyf, sko, þá hef ég séð alveg bara allt svo skýrt, alveg bara, þú veist, ég bara, ok, ég þarf aðeins að svona að vera með og sortera líf mitt og hafa meiri tíma fyrir sjálfa mig, sko. Ég má ekki hlaupa bara svona og verð svona að stundum aðeins að kúpla mig bara til þess að bara svona komast á jörðina, sko. Það er nefnilega máli, sko. Og þegar maður er komin á jörðina, þá sér maður alveg, þetta er ekki alveg að ganga allan að núna, sko. Ég er ekki að fara að leika eða ég er ekki að fara út af, það er svo margt sem er að hamla mig, sko. Og meina ef það væri eitthvað bara á stóli eða eitthvað svona, þá var allt í lagi, sko. Þú veist, ég get ekki fara að leika svona, að vera að hlaupa og allt þetta, sko. Þá bara yrði ég bara, þú veist, eins og því sem hafa fylgst með mér í mörg ár, þið heyri alveg andardráttinn eins og þegar ég er í Ástralíu og labba Golden gullströndin og já, ég er svo feginn að vera búinn að ferðast og búinn að gera allt sem er skemmtilegt, sko. Ég er bara ógeðslega þakklátur sjálfu mér líka að hafa brotið í sinn og byrja að taka bara vídeó, sko. Út af því að ég hef alltaf haft áhuga á vídeó öllu. Mér finnst gaman af menningu, mér finnst gaman af og sko, já, ég hlusta aldrei á útvarp en ég veit hvernig það virkar og ég get alveg hugsað mér, þú veist, það væri gaman að vinna þar og gaman að vinna, en ég myndi samt ekki vilja festa mig, sko. Ég myndi vilja vera bara sem verktaki eða eitthvað svona, sko. Út af því að þú veist, maður svona verður alltaf að taka svona eitt skref, þú veist, bara fara rólega í þetta. Ég veit að ég kem sterkur tilbaka, sko. Ég veit það, af því að ég er mjög sterkur og maður verður að hafa trú á sér. Ef maður hefur ekki trú á sér, þá bara geturðu bara étið það sem úti frýs. Og þannig er bara málið að, þú veist, já, maður verður bara að taka sig, hjartað, ef þú elskar ekki sjálfa þig, þá getur ekki elska aðra. Það er bara þannig, þetta gildir bara með allt í lífinu. Ég held ég sé búin að blása svona, já. Takk fyrir að hlusta á mig allavega og bara kommenti fyrir neðan og bara komið með tillögur. Hvað viljið að ég tali í guðanam bærin? Komið með eitthvað tillögur og spyrjið, ok, ég búin að fá marga spurningar frá Snapchat og TikTok og allt þetta, sko. Ég tek alltaf bara mynd af mér, þetta er mín síða, sko. Þú veist, ég er ekki að taka mynd af, þú veist, öðrum, sko. Það er ekkert allir sem þú veist, sem þola kamerur, sko. Meina, þú veist, ég veit alveg það er svo mikið af fólki sem er bara kamera er bara feimið við bara kamerur og stundum er það bara óþægilegt þegar maður er kannski feitur og annar er grannur
og svo vera að taka mynd og vera að miða hvort annað. Mér finnst það svo, þú veist, svona óvirðing þegar manni líður ekkert vel, þú veist, í líkama og sál, og mér finnst það svo óvirðing gagnvart bara sjálfum mér, eða þú veist, stundum þegar ég fæ, út af því að það eru rosalega fitufordómar og líka eða þú veist, ég væri núna upp á geðdeild örugglega með anorexíu, þú veist, greindur þannig, sko. Ég yrði örugglega þú veist, ekki greindur rétt, sko. Út af því að þegar ég var yngri þá brann ég, þú veist, líkaminn brann svo hratt, sko. Ég bara gat borðað allt, sko. Svo bara þegar þú ert komin á 30 ára aldurinn, þá þarftu bara heldur betur að passa þig. Það er bara málið, sko. Og vera bara í hollustunni, sko. Ég elska ykkur.